Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Látum oss biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og vona á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Og blessa oss Drottinn þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Vér biðjum í nafni hans. Amen.
Í Davíðssálmum segir: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafns síns. Og þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barmafullur. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Amen. Og svo ritar postulinn: Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrenging vorri, svo að vér getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra með þeirri huggun sem vér höfum sjálf af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir oss, þannig hljótum vér og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Amen.
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmist til að fara og smyrja hann. Og mjög árla fyrsta dag vikunnar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Ætíð stóð þitt, skjöldur og hlýð.
Elsku vinir, við skulum biðja saman. Vertu Guð Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Á kveðjustundu við útför Soffíu Magnúsdóttur leitar hugurinn til Guðs í bæn, en jafnframt til helgra ritningar í leit að orðum og vitnisburði kristinnar trúar. Í Jóhannesar Guðspjalli segir meðal annars: Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er, svo að þeir sjái dýrð mína sem þú hefur gefið mér, af því að þú elskaðir mig. Skömmu eftir að frelsarinn hafði neytt síðustu kvöldmáltíðarinnar og stuttu fyrir handtökuna í grasgarðinum Getsemani var hann þar á bæn og sagði þessi fallegu orð. Þarna sátu lærisveinarnir í kvöldhúminu og störðu sljóum og syfjulegum augum á mann sem sagðist vera sonur Guðs, en þeim var megn að vaka með honum þessa nótt. En þrátt fyrir það bað hann af einlægni fyrir þeim en leið öllu mannkyni. Í undarlegri og flókinni atburðarás þessara nætur og næstu daga á eftir skynjuðu þeir smátt og smátt að það sem hann hafði sagt þeim sjálfan sig var satt og rétt. Hann var sannarlega sonur Guðs. Þessi fögru bænarorð hafa síðan þá í langri sögu kristinnar kirkju verið mikilsvert tákn kærleika Guðs. Frelsarinn kenndi heiminum hver hann raunverulega sá Guð sem hann ávarpar í bæn sinni þessa örlagaríku nótt. Til dýrðar þeim sama Guði hefur verið komið saman til allra stunda í þessu fagra musteri. Hér á hann helgan stað sá Guð sem drottinn ávarpar í bæn sinni og Soffía Magnúsdóttir var skírð til trúar á. Upprisa Jesú Krists verður aldrei útskýrð til fulls með orðum þó reynt sé. Sannarlega fjarstæðukennt að fullyrða að dauði rísi upp og lifi. Í Guðspjalli Jóhannesar sagan Lasarus, vin frelsarans. Þegar hann var dáinn og Jesús kom til systra hans þeirra Mörtu og Maríu sagði hann nokkuð sem síðan hefur verið lesið í hvert sinn sem kristin kirkja kveður látin vin. Orð sem eiga vera okkur sífellt huggun. Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Það eru falleg orð þó flókin séu. Orð sem við getum aldrei fengið fulla staðfestingu á eða sönnun fyrir nema innra með okkur, djúpt í hjartanu. Guð gefi að svo verði nú. Ævi hverjar manneskju líkt og ferð sem skilur eftir sig minningar og myndir sem óhjákvæmilega kom upp í hugan á stundum sem þessum. Þá gott að geta treyst því að þó hönd dauðans sé köld og sorgin hafi vitjað, sé Guð huggun sorgbitnum, svölun þyrstum sálum og athvarf frá kyni til kyns. Að loknum vinnudegi, hvort heldur hann var stuttur eða langur, fer moldin að sönnu aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var, en andinn hinn ódauðlegi maður, hinn eilífa sál til Guðs sem gaf, þess Guðs sem notar stjörnur og tungl til að lýsa upp náttmyrkrið og gefur von. Soffía fæddist 17. mars 1964, dóttir Gyðu Sigríðar Siggeirsdóttur og Guðjóns Magnúsar Einarssonar. Hún var svo í miðjunni af 3 börnum þeirra hjóna. Eldri bróðir hennar Einar Bjarni, fæddur 1962 og yngri bróðir Siggeir
fæddur 1965. Fyrir átti faðir Soffíu dæturnar Freyju, Jónu Magneu og Sigrúnu Ingu. Bræður Soffíu þakka henni af hjarta fyrir yndisleg samskipti og skemmtilega stríðni benskunnar og kannski ekki hvað síst fyrir hjálpina þegar hún bjargaði þeim frá prökkurunum í smáibúðahverfinu sem áttu til að stríða þeim, sem svolítill einkahúmor þeirra systkinanna og mömmu þeirra. Hálfsystur hennar þakka sömuleiðis fyrir góð kynni og kærleiksrík samskipti. Freyja og fjölskylda á Akureyri biðu fyrir sérstaka kveðju þar sem þau komast ekki hingað í dag og sömuleiðis Sigrún Inga, systir hennar, og Jóna Magnea, þau komast ekki heldur hér í dag. Soffía ólst upp í Teigagerði í smáibúðahverfinu í Reykjavík þar sem fjöldi barna og ungmenna bjó á þessum árum. Umhverfið var spennandi og leikir benskunnar fléttuðust saman við daglegt líf barnanna. Soffía stundaði barnaskólanám í Breiðagerðisskóla og unglinganám í Réttarholtsskóla eins og þá tíðkaðist. Að loknu skyldunáminu var hún svo tíma við nám í Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Á sumrin fór hún alla jafna austur á Kirkjubæjarklaustur til afa síns og ömmu, Sigurgeirs Lárussonar og Soffíu Kristinsdóttur, og dvaldi einnig oft hjá frændfólki sínu á Hörgslandi. Svo vel líkaði henni vistin þar eystra að hún svaraði því gjarnan til að hún væri frá Kirkjubæjarklaustri en ekki Reykjavík þegar hún var spurð. Soffía æfði handbolta með Víkingi í Reykjavík sem var félagsliðið í hverfinu og varð meðal annars Íslandsmeistari í öðrum flokki. Á sumrin tók hún þátt í frjálsum íþróttum með ungmennafélaginu Ármanni á Kirkjubæjarklaustri eins og var svo algengt meðal barna sem komu til sumardvalar í sveitum landsins. Eftir að Soffía fór að vinna sem ung kona vann hún aðallega ýmis þjónustustörf í Reykjavík og fór einnig stuttan tíma í fiskvinnslu til Hafnar í Hornafirði. Ung kynntist hún eftirlifandi eiginmanni sínum, Sveini Pálssyni frá Vík í Mýrdal. Foreldrar hans voru hjónin Páll Jónsson frá Hörgsdal á Síðu og Sigríður Jóna Sveinsdóttir úr Vík. Soffía og Sveinn höfðu raunar vitað hvort af öðru alveg frá bensku, en þegar þau höfðu hlaupið svolítið af sér hornin, lágu leiðir þeirra saman. Þau gengu í hjónaband á Kirkjubæjarklaustri 27. júlí 1991. Saman eignuðust þau 3 syni. Elstur Magnús Orri, fæddur í Reykjavík 1987 og búsettur í Vík. Þá kemur Sölvi Hrafn, fæddur í Lundi í Svíþjóð 1991, búsettur í Reykjavík, og yngstur Páll Andri, fæddur í Reykjavík 1999, búsettur hér á Selfossi. Fyrstu búskaparárin sín bjuggu þau, Sveinn og Soffía, í Reykjavík en fluttust svo til Lundar í Svíþjóð árið 1988 þar sem Sveinn lauk framhaldsnámi í byggingaverkfræði. Þar áttu þau heimili í 6 ár. Soffía sótti sér fræðslu í Komvúks í Lundi en starfaði jafnframt á hótelum og veitingastöðum meðfram heimilistörfum. Eftir að þau fluttu heim frá Svíþjóð bjuggu þau 16 ár í Vík í Mýrdal þar sem Sveinn starfaði lengi sem sveitarstjóri. Frá Vík fluttu þau til Búðardals þar sem þau áttu heimili í 8 ár og frá árinu 2020 hafa þau búið í Bökstjörn 24 hér á Selfossi. Soffía stundaði ýmis störf þessi ár. Hún var stuðningsfulltrúi í leik- og grunnskólum auk þess að vinna talsvert við umönnun aldraðra og í Vík átti hún meðal annars þátt í stofnun og rekstri veitingastaðarins Halldórskaffis
síðustu aldamót. Þegar veikindin sem ekki reyndist unnt að sigra kvöddu dyra, starfaði Soffía sem stuðningsfulltrúi við Stekkjaskóla hér á Selfossi. Hún veiktist af krabbameini í brisi á síðasta ári og háði hetjulega baráttu við þann vágest til síðasta dags. Hún andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands hér á Selfossi 16. janúar síðastliðinn, 60 ára að aldri. Elsku vinir, Soffía var alla jafna kjarkmikil, glaðsinna og bjartsýn kona, þó hún hefði vissulega skap og ætti erfitt með að þola óréttlæti. Hún var mikil félagsvera og alla tíð vinamörg. Henni leið jafnan best í faðmi fjölskyldunar eða í góðra vinahópi. Vinahópar hennar voru tryggir og traustir og vináttan einlæg. Þar má nefna æskuvinkonurnar frá Klaustri sem nefna hópinn sinn Kaldbak, Sósó-vinina og aðra vini frá Svíþjóðarárunum, Grýlurnar og Granítfjölskylduna frá Víkurárunum, auk fjölskyldna sem stóðu henni nærri vegna skyldleika. Á kveðjustundu þessi vinátta þökkuð af heilum hug, enda mikill styrkur og huggun feðgunum sem eftir lifa. Soffía hafði gaman af að prjóna og var einstaklega handlagin, eins og vel sást líka á öllu hennar handverki, en ekki síður á kökuskreytingunum hennar og kökugerðinni. Hún naut þess að ferðast og heimsækja fallega staði, jafnt innanlands sem utan, en kunni líka að meta kyrrð og frið íslenskrar náttúru. Hún undi sér til að mynda alltaf vel í fjallaskálanum í Grænlóni, fjarri öllum ys og þys. Hún gekk ávallt að öllum störfum sínum með jákvæðni að leiðarljósi og átti alla jafna afar gott með að linda við samstarfsfólk sitt og skjólstæðinga, börn og gamalmenni. Í veikindum Soffíu kom vel í ljós baráttuvilji hennar, lífskraftur og æðruleysi. Þetta sýndi sig líka vel þegar Sveinn átti í glímu við sinn sjúkdóm fyrir ekki löngu. Þá reyndist hún honum styrkur og stuðningur sem aldrei fyrr. Elsku vinir, við erum hér samankomin til að kveðja og þakka. Soffía var elskuð og virt eiginkona og móðir. Á kveðjustundu hér fluttar einlægar þakkir Sveins og drengjanna fyrir kærleika og ástúð sem hún sýndi þeim alla tíð. Í hjarta sínu varðveita þeir fagra og dýrmæta minningu sem vermir á sorgarstundu. Gyða, móðir Soffíu, dvelur nú á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ í Reykjavík og á ekki heimangengt heilsu sinnar vegna. Í hennar nafni skulu hér fluttar ástarkveðjur og innilegar þakkir fyrir allt og allt. Fjölskyldan hefur óskað eftir því að hér séu fluttar sérstakar og innilegar þakkir hennar til lækna og annars starfsfólks lyflækninga og göngudeildar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands hér á Selfossi fyrir kærleiksríka og góða umönnun í veikindum hennar. Það ómetanlegt að geta átt kost á slíkri þjónustu í heimabyggð. Eins skulu færðar þakkir til lækna og starfsfólks Landspítalans í Reykjavík fyrir þeirra hjálp meðan hún dvaldist þar. Nokkrir vinir geta ekki verið hér í dag en vilja koma á framfæri innilegum samúðarkveðjum til ykkar, kæri Sveinn og synir. Og þau eru Guðrún Sigurðardóttir og Emil Sæmundsson úr Vík í Mýrdal sem stöddur erlendis og senda samúðar og vinarkveðjur. Sigurður Ingvarsson og María Bjarnadóttir sem hafa verið vinir Soffíu frá Svíþjóðarárunum, eða þau Siggi og Maja ásamt dætrunum Erlu Maríu og Guðborgu Nönnu og mögum þeirra sem öll dvelja erlendis sem þessar mundir, biðja fyrir einlægar og kærar kveðjur með innilegri samúð.
Það óskar Íva sem stödd erlendis vinnu sinnar vegna eftir að hér sé flutt kveðja hennar með innilegu þakklæti fyrir allar góðu stundirnar með Soffíu og þá sérstaklega allar góðu grýlustundirnar. Starfsmenn á leikskólanum Klömbrum senda aðstandendum innilega samúðarkveðjur. Ólöf Ír og Bjarmi á Akureyri, Hulda og Halli Nelson senda líka samúðarkveðjur. Ásta Katrín Helgadóttir sendir kveðju með þakklæti og Ragna Björg Ásalsdóttir sendir Svenna og drengjunum samúðarkveðjur. Hún minnist allra stundana þeirra Soffíu á Halldórskaffi, þar sem hún kenndi henni að baka allar hnattþúrurnar sem Ragna Björg bakar sjálf enn í dag. Elsku vinir, í dag lagði ég upp með bænarorð frelsarans fyrir lærisveinu sínu nóttina örlagaríku áður en hann var dæmdur til dauða. Minnumst þess ávallt að það er vegna sigurs Krists yfir sorg og dauða, grimmd og myrkri sem við getum safnast hér saman í dag. Í dag sem aðra daga treystum við því að þau öll sem honum hafa verið falin séu og muni áfram verða hjá honum. Þess vegna er það huggun í harmi að við fáum að tilheyra honum, fáum að vera áfram með Guði sjálfum í þeirri óskiljanlegu eilífð sem hann býr okkur öllum. Ljós hans verður ljós á okkar vegum, hvort heldur þeir vegir eru hér í hinum sýnilega heimi eða í landinu handan hans, þar sem augu lifenda eru lukt en augu látinna opin og skínandi björt. Með þá trú í huga er ekki úr vegi að heyra þessi orð skáldsins Matthíasar Jochumssonar. Þú Guð míns lífs, ég loka augum mín í líknarmildum föður örmum þínum og hvíli sætt þó hverfi sólin bjarta, ég halla mér að þínu föður hjarta. Og sólarfaðir syngdu nú hvert auga en sér í lagi þau sem tárin lauga og sýndu miskunn öllu því sem andar en einkum því sem böl og voði grandar. Þín líknar ásjón lýsi dimmum heimi, þitt blessað ljósið gefi nótt mig dreymi, í Jesú nafni vil ég væran sofa og vakna snemma þína dýrð að lofa. Á kveðjustundu felum við látna vinkonu, honum sem hjartað skóp og skilur og engum bregst. Dýrð sé Guði, föður og syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Elsku vinir, Soffía mun verða brennd og janneskar leifar hennar jarðsettar síðar. Að lokinni athöfninni hér verður kista hennar lögð niður hér í fordyri kirkjunnar þar sem þið getið gengið að henni og hvatt að ykkar vilja. Ég minni svo á að við förum á eftir í kaffi á Hótel Selfossi en fjölskyldan bíður viðstöddum að þiggja þar veitingar að lokinni þessari athöfn. Rísið úr sætum og taki postulegri blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með oss öllum. Amen.
Látum oss biðja. Lifandi Drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo að vér studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Soffíu Magnúsdóttur. Við felum þér hana og framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Gjörðu svo vel og rísið úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða.
Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýs henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Gjör svo að fá ykkur sæti. Rísið úr sætum og meðtaki drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.